Góðan daginn, það heiti ég og eins og sagði þá er ég frá lögreglunni. Ég með hérna bara nokkrar kontaktupplýsingar. Það var talað hérna Twitter-handlerinn, ég nú ekki mjög aktífur en ég ákvað samt að setja hann inn. Og eins og hann sagði þá þetta hérna University College of Dublin sem ég var að klára núna að náma síðast ári og eins þá var þetta þessi Certified Forensic Computer Examiner sem frá IAC sem bandarískt non-profit organization. Við getum kannski haldið áfram bara því að hann var að tala 2009 þá byrjaði ég í þessu forensic hluta. Það sem hefur eiginlega gerst frá árinu 2001 þá byrjaði lögreglan að sinna forensic vinnu með tölvur, kringum tölvur. Það var ríkislögreglustjóri sem hóf það árið 2001. Það síðan flutt yfir til lögreglunar í Reykjavík árið 2006 og það á landsvísu. 2007, þess að 10 ára afmæli núna í janúar, 10 ára afmæli tölvurannsókna á rafeindadeildar, deildana sem ég vinn við. Og síðan þá kem ég að því sem gerðist núna á síðasta ári, sem var í janúar síðasta ári. Það var gerður samstarfssamningur milli lögreglunar á Suðurnesjum, lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, ríkislögreglustjóra og héraðssaksóknara samstarf á þessum í tölvurannsóknum og netglæparannsóknum og netglæpum. Ástæðan fyrir því að þessi samstarfssamningur var gerður vegna þess að þetta var alltaf stærri og stærri hluti og við vorum alltaf bara sama einingin og það voru aðrir sem voru farnir að sinna eiginlega sama hlut en þarna var ákveðið að taka mannauðinn og allan hugbúnað, allan vélbúnað og samnýta þetta og reyna að keyra þetta svolítið áfram. Og það búið að vera í gangi síðan. En ég sem sagt skilaði lokaritgerð í Dublin hvort það ætti að búa til svona rannsóknareiningu svona svipa að segja, við gerðum síðan bara á síðast ári og það var má segja, jú, það var eiginlega nauðsynlegt fyrir okkur að koma svona rannsóknareiningu af stað. Það að segja að vera með þetta allt á einum stað sem var miklu skynsamlegra, bæði vegna þess að fjármunirnir færi þá minna til spillis og þeir eru nú yfirleitt af skornum skammti hjá hinu opinbera og líka bara að fólk sem þekkir inn á þetta sé alltaf að vinna saman, að sé ekki einn í hverju horni og þekki ekki nógu vel inn á þetta. Það sem var áhugavert, ég kynnti mér sem sagt Norðurlöndin og fékk svar þar frá öllu Norðurlöndunum nema Danmörku reyndar. Ég hins vegar veit að þeir eru með svokallað Cybercrime Center og svo skoðaði ég Europol, hvað þeir hafa verið að gera. Það voru allir eiginlega sammála því að mikilvægi við einkageirann væri gríðarlegt og mikilvægi síðan við netöryggissveitir væri orðið gríðarlegt. Og ég skoðaði það náttúrulega og kjölfarið þá bara höfum við reyna að vinna svolítið eftir því og reyna að nálgast einkageirann meira. Það sem að þetta mikilvægt að sé ekki verið að sé ekki verið það svo mikið netárásir og annað sem að við bara höfum ekki mannskap og við getum ekki sinnt í öllu. Það bara ekki hægt og við þurfum aðstoð og þess vegna erum við að leita til annarra. Sömuleiðis þá náttúrulega kannski vonumst við til þess að geta fært einkageiranum eitthvað sjálfir. Það sé komið meiri nálægð við okkur og það muni leiða sér af betri rannsóknir. Nú, af því að þegar við vorum að tala netöryggissveitirnar þá svolítið áhugavert að segja frá því að bara á síðast ári þá var svona óformlegt samtal milli okkar og svo netöryggissveitarinnar. Það varð eiginlega bara til þess að það var ákveðið að fara í einhverja vegferð þar sem að hún að fara að hefjast núna. Það að segja að við ætlum að samnýta húsnæði með netöryggissveitinni. Þetta búið að fara í gegnum ráðuneyti skilst mér og það bara komið góð á þetta og þetta bara núna á allra næstu dögum eða vikum sem að þetta samstarf mun hefjast. Það verður svolítið svona learn as we go samstarf. Það svona svolítið óljóst kannski nákvæmlega hvar mörkin liggja, hvað
verður netöryggissveitin, hvað verður lögreglan. Það er náttúrulega alveg ljóst að það verður sitthvorir starfsmennirnir en við höfum eftir að finna svona okkar flöt, sameiginlega flöt. Nú, og út af því að ég voru að tala áðan með erlenda samstarfið, með þess að ég var að fá þessar upplýsingar erlendis frá fyrir Cybercrime Centers og annað, að þá töluðu einmitt Finnarnir mikið um það, hvað þeir væru mjög öflugir í þessu public-private partnership. Og við höfum verið að vinna með ýmsum lögregluliðum og setjum nú nokkur hérna upp. Til dæmis með skandinavísku liðunum erum við núna til dæmis bara í þróun og námsefni fyrir lögreglumenn. Sama með Europol og svo höfum við verið að vinna í húsleitum og annað með eins og FBI, með National Crime Agency frá Bretlandi og fleiri liðum. Frægasta náttúrulega máli sem kannski við höfum komið af, svona stærsta, það er svokallað Silk Road, ég veit nú ekki hvort það þekki það allir, en það var sem sagt svona opin markaður á dark web sem að fólk gat keypt sér fíkniefni, leigt sér leigumorðingja og hvað það vildi. Og serverinn sem sagt, hann var hýstur hér á Íslandi og hann var tekið niður, það kom réttarbeiðni frá Bandaríkjunum og þá var tekið niður þessi server og þetta leiddi síðan til þess að hann Dread Pirate Roberts var dæmdur í fangelsi fyrir þátt sinn í þessu, það var sá sem að rak þennan ólöglega markað. En þetta var mjög stórt verkefni hérna hjá okkur og eins og við sjáum þarna koma þarna í alla helstu fjölmiðlana. En það sem við náttúrulega verðum að sjá núna er eins og við fjallaðum hérna í morgun, þarna Internet of Things og þetta er það sem að við óttumst mikið vegna þess að það er náttúrulega gríðarlega lítið öryggi oft í þessum hlutum og eins og hann benti þarna á áðan. Og það voru tvær mjög stórar árásir í fyrra. Það var náttúrulega Brian Krebs eins og hann myndist á sem var fyrri árásin og hún var gríðarlega stór en það var eiginlega bara svona undanfarinna stærri árás sem var síðan gerð á Dyn, nafnaþjónunum hjá austurströnd Bandaríkjanna og hann var niður í einhverja klukkutíma út af því. Báðar þessar árásir voru gerðar með Internet of Things og það er talið að báðar þessar árásir hafi eiginlega samt sem áður verið undirbúningur fyrir eitthvað stærra sem ennþá eftir að koma í ljós hvað er. Vonum ekki en þetta er sem sagt svona hluti af því af hverju við þurfum aðstoð. Þetta er orðið svo gríðarlega stórt og Internet of Things eins og ég segi náttúrulega er komið alls staðar og er bara að verða meira og meira. Það var mjög frægt mál, allavega frægt hjá mér, ég veit ekki, eins og ég segi, hversu mikið fólk fylgist með þessum fréttum, en það var mál í fyrra sem var lagt niður Avalanche, sem var svona glæpakerfi. Þeir sáu sem sagt ýmiss konar money mules, þeir voru að sjá ransomware árásir og þetta var gríðarlega stórt. Og þetta tók 4 ár í rannsókn þetta mál og það var bara núna í endan nóvember sem var farið í aðgerðir. En þetta var svona mjög gott dæmi bæði sem sagt international samstarf, alþjóðlegt samstarf, það var milli Þjóðverja og Europol, þetta var Eurojust, þetta var FBI, þetta var Department of Justice. Svo voru þetta einnig fullt af einkafyrirtækjum, einkaaðilum sem voru aðstoða við þessa rannsókn. Þannig að þessi rannsókn hefði aldrei farið eins langt og þeir hefðu aldrei náð eins góðum árangri einir. En með þessari aðstoð þá náðu þeir þessum árangri og þetta taldi einhverja, það voru teknir niður 37 húsleitir, 39 netþjónar voru teknir niður, það voru 5 handteknir, það var talað þolendur í 180 löndum. Það var
talað bara í Þýskalandi sem að vita voru 6 milljónir evra sem að höfðu tapast. Þetta var talið samt á alþjóðavísu nema 100 milljóna evra. Þannig að það gríðarlegir peningar sem að fóru þarna þetta kerfi. Og hann talaði einmitt það Bob Wainwright á Europol að þetta hefði aldrei hefnast öðruvísi en með Public-Private Partnership. Og það sem var kannski áhugavert líka við að það var talað að í þessu Avalanche að það hafi 500.000 tölvur sýkst á hverjum degi á búnaði sem þeir voru að reka. Þannig að þetta var mjög stórt svona criminal network. Það sem síðan búið að vera að gerast að það var Samkeppniseftirlitið er núna búið að heimila, og þeir birtu þetta á vefsíðunum, að þeir eru búin að heimila fjármálafyrirtækjunum að hittast, það er að segja á sviði netöryggis. Þannig að það hefur ekki mátt áður, þannig að það er mjög stórt skref. Lögreglan hefði áhuga á því að nálgast einhvern veginn þessa fundi að koma að þeim, af því að við teljum að það sé mjög mikilvægt að við séum líka meðvitaðir þær hættur sem eru svokölluð trend, þannig að við bara vitum hver staðan á þeim eru. Það var spurning til hvað við getum gert. Það var svona kannski ágætis dæmi að Europol er með svokallað EMAS system sem heitir Europol Malware Analyst Solution. Þeir eru nú með merki en það má ekki sýna það af því að það er ekki patentað eða eitthvað. Ég þekki nú ekki alveg söguna á bak við það. En þeir birtu þessa mynd allavega á einhverju á vefsvæðinu hjá sér. Þeir voru að kynna þetta. Og þetta má segja bara svona risastór sandbox sem er verið að prófa malware. Og malware þá sem við erum að senda á þá. Og það er malware kannski sem við erum að fá frá einhverjum í einkageiranum. Og við getum sendt þetta inn til þeirra, þeir analysera þetta og senda okkur svörin tilbaka. Og það sem er kannski áhugaverðast við þetta er að það er hægt að gera cross-check við önnur lönd í Evrópu. Það er að segja að þegar lönd hafa sendt inn svona malware og sagt hvað það kemur og sagt að það megi dreifa upplýsingunum, að þá eru það keyrðar saman og þá er séð, þessi típa er notuð á fleiri en þessum stað, þannig að þetta getur oft verið mjög gott til þess að sjá hvar trendin liggja, eru þau bara á Norðurlöndunum eða eru þau alls staðar í Evrópu eða hvernig sem það er. Þetta getur verið mjög gott til þess að hafa hendur í hárið þeirra sem eru að brjóta af sér hvað þeir eru að koma. Það er nú ekki mikið meira sem ég hef kannski fram að færa með þetta. En ef þið hafið einhverjar spurningar. Já. Hvernig mál ættu þið að senda til lögreglunnar? Ekki bara vírusa eða bara svikatilraunir? Já. Bæði vírusa, svikatilraunir, það er bara mjög gott. Þetta er svona eins og staðan er núna, þá bjóðum við ekki upp á neitt svona eiginlegt plattform. Þess vegna var ég nú að gefa bara upplýsingar mig hérna áðan. Ég er með einhver nafnspjöld hérna, þannig að það er hægt að hafa samband við mig. Við erum að reyna að þróa þetta og ástæðan fyrir því að meðal annars að ég hef trú á því að þetta þróist áfram í eitthvað er vegna þess að í fyrra þá vorum við ekkert í samstarfi við netöryggissveitina. En það bara gerðist með svona óformlegu samtali. Þannig að ég held að við séum alveg á þeim stað núna að við erum að fara að þróa þetta. Það er áhugi fyrir þessu hjá lögreglunni, hjá hinu opinbera. Frekari spurningar? Geturðu sagt þessum verkaskiptingar á milli ykkar og netöryggissveitanna? Já, verkaskipting milli okkar og netöryggissveitarinnar. Það er ekki alveg ljóst enn sem komið er og því við erum ekki byrjaðir að vinna. Það er náttúrulega ljóst að hluta til að þeir sinna, þessu staðan er núna, þá verður þeir að sinna
fjarskiptafyrirtækjunum og þeir eru á því leveli, sem sagt telecommunications, og þegar þeir fá einhverja tilkynningar til sína þá sinna þeir þeim. Það sem á bara eftir eiginlega að reyna á er hvenær verður þetta brotið það sem að við erum kallaðir til og svo sömuleiðis að við erum að fá tilkynningar hvenær er það tilkynning sem að við myndum koma áfram til þeirra. Og það er bara svolítið svona eins og við tölum sjálfur þetta er svona learn as we go. Við þurfum bara ná að þróa þetta sjálfur meðan við erum að vinna þetta. En það er náttúrulega til regluverk í kringum þetta en það eru svona hlutir sem falla svona aðeins á milli. Já. Já, það er kannski best að ég líka skýri aðeins við frá öryggisráðuneytinu og formanns netöryggisráðs og þetta hefur verið mjög gott að taka einmitt varðandi þessa verkaskiptingu og þetta er rétt að skýra að með þessu þessari samvinnu með þessu stigi þá er ekki verið að gera neina formbreytingu. En það er bara gríðarlega mikilvægt einmitt að þessi einingar getur unnið saman, þekkist, þannig að þekki líka bara á forgrunn hvers annars því að rannsókn sem að kannski áður mátti taka 2 vikur, við þurfum frekar að hugsa út frá 2 klukkutímum og þá bara þurfa menn að þekkjast og geta unnið saman. Ef menn vilja sem gera formbreytingu á hvað hvor aðili hefur lagalegt umboð til að gera, þá er það annað aðskilið skref. Við erum ekkert að tala það núna, en með þessu skrefi þá er það bara, þetta er stórt framfærslu. Já, nei, ég held að við erum ekkert að tala neina formbreytingu á lagalegu hliðinni, sko. Var ekki einhver? Já. Við höfum ekki búið neitt slíkt. Kannski endurtöku spurningu? Já, fyrirgefðu. Já, sem sagt, hvort að lögreglan sé með eitthvað best practices þegar að vera að ráðast á fyrirtæki upp á að eyðileggja ekki sönnunargögn. Nei, við höfum ekki gert það, ekki ennþá. Við munum mjög líklega að koma til með að gera það. Það er bara þannig að þetta er búið að vera, við erum búin að svolítið fámennir í ansi langa tíma og við höfum ekki náð svona formgera nógu vel deildina með svona hlutum. En þetta er klárlega hluti sem við þurfum að skoða og gera. En hins vegar þá náttúrulega, eins og bara við vitum að þegar árás er á sér stað þá bara númer 1 og 3 er eiginlega komið í veg fyrir hana. En eftir á... Já, klárlega. Og það er bara svona svolítið sem að, eins og ég segi, við munum koma til með að gera þetta. Það verður alltaf bara svona, menn verða vega og meta sko, með fyrirtæki, skilur, hvort er mikilvægt að sækja til saka eða halda því gangandi. En það verður klárlega, það verður gert einhverjum svona leiðbeiningar. Já. Ég skil ekki alveg, getur þið? Já. Já, þá einkageirans og lögreglunar. Já, það er, eins og er hjá okkur, þá er svokölluð innri endurskoðun sem að myndi þá fara yfir það. En það er ekki nein eiginleg eining sem að fer yfir það. Það er ekki svona, eins og þeir eru með í Bandaríkjunum, það sem að, hvað heitir það nú, Internal Affairs Office eða eitthvað svoleiðis, það er ekkert svoleiðis hjá okkur. En það er svona verið að bara sjá til þess að sé farið eftir formum og annað sem þurfa náttúrulega að vera til en það er svona sem að þurfa að þróast. En þetta er ekki þannig að ég sé að koma og bara ætlast til þess að fyrirtækin sé opnið fyrir lögreglunni og bara þeir geti bara vaðið inn og fengið allar upplýsingar sem þeir vilja, alls ekki. Við viljum hafa allt bæði bók, sko. Það er alveg klárt af okkar hálfu, sko.
Ég er þarna. Endur á spurninguna? Já, já, sem sagt, hvernig gengur okkur að fá starfsfólk til lögreglunnar þar sem að einkageirinn borgar nú líklega yfirleitt betur. Það er góð spurning. Við erum, sko, þetta eru eins og staðan er núna, það eru við 5. Þetta eru 3 lögreglumenn og 2 sérfræðingar. Við allavega, lögreglumennir erum hérna náttúrulega bara af gamalli hugsjón, búin að vera í þessu. Hinir hafa komið kannski aðeins seinna inn í þetta en samt eru búin að vera alveg í nokkur ár, sko. Við erum að tala 8 ár og jafnvel 12 ár. Annar þessar aðalega var einn af þeim sem bara stofnaði hérna hjá lögreglunni í Reykjavík á sínum tíma. Þess svona félagi hans fékk hann til vinnu eiginlega, má segja. Og við erum ekki mikið að auglýsa af því að það er bara, við höfum ekki fjölgað. Ég kemur þarna inn 2009 og svo er annar sem kemur þarna inn 2009-10 og það hefur ekki verið fjölgun síðan. Þannig að svarið er greinilega að þetta er strembið. Mjög svo. Eru þið tæmd? Þá þökkum við bara Daða kærlega fyrir og tökum